Daginn. Í dag ætla ég aðeins að skoða af hverju viltu lesa hraðar? Hvað er það sem að gera það að verkum að lesturinn verður betri, lesturinn verður þægilegri þegar við erum að fara hraðar í þessum textan? Það sem hefur einfallega sýnt sig við það að lesa hraðar, þá er einbeiting okkar og lestrarskilningur alltaf meiri. Og ég kíkti dálítið vel á þetta á námskeiðunum okkar, en ástæðan fyrir því að lestrareinbeiting verður meiri er einfallega svo, einfalda skýring að hugurinn okkar, hann ræður við það að lesa mikið hraðar. Við erum að halda aftur á honum með ákveðnum lestrarvenjum sem við höfum haldið í of lengi og hugurinn okkar, hann vill helst lesa lágmarki í kringum 400 orð á mínútu. Þar er hann að ná mjög góðri einbeitingu í kringum 400 orð. Það er svona lágmarkshraði hugans okkar. Hann getur auðvitað síðan farið hraðar, hugurinn okkar, en lágmarkshraði hugans er í kringum 400 orð. Og þegar við horfum í það að meðal lesandi, hann er að lesa í kringum 240 til 300 orð, þá er hann alltaf að lesa undir þessum lágmarkshraða hugans. Hugurinn hefur þessna burði til þess að fara hraðar í gegn. Og það sem gerist þegar við erum að lesa hægar, við erum kannski að lesa á 200 orðum, en ekki 400 orðum eins og hugurinn vill vera að fara í gegn. Við erum að lesa á 200 orðum á mínútu, hugurinn vill lesa 400 orðum, hugurinn hefur núna 200 orð til viðbótar. Og hvað gerir hugurinn við þessi 200 orð sem við erum ekki að nýta í lesturinn? Hann fer bara að hugsa eitthvað annað. Hann fer að velta allt öðru fyrir sér. Hann fer að velta fyrir sér bíómyndinni sem við erum að horfa á í gær, eða SMS-skilaboðunum, eða samtalinu við vinina, eða hvað er í matinn á eftir, eða hvað ég að gera helgina. Áður en ég veit þá er hugurinn minn komin bara eitthvað lengst í burtu frá efninu. Þegar við allt í áttum okkur á, hvað var ég eftir að lesa? Og við þurfum að fara að fletta tilbaka til þess að finna, hvað datt ég út? Hvar fór ég að hugsa eitthvað annað? Og skýringin er einfallega bara þessi. Við erum að lesa of hægt. Og ég gef 10-12 ára krökkunum mjög einfalt ráð. Ef þú byrjar að hugsa eitthvað annað á meðan þú ert að lesa, þá er hugurinn bara að benda þér á. Þú ert að lesa of hægt. Þú þarft að auka hraðinn. Vegna þess að leið við förum að fara upp undir 400 orðin og jafnvel upp úr, þegar hugurinn við erum að fara að nálgast það að lesa í kringum 400 orð á mínútu. Núna hefur hugurinn ekki burðið til þess að fara að velta einhverju öðru fyrir sér. Núna þarf hann að hafa sig allan við, að ná að meðtaka, ná að skilja, ná að vinna úr þeim uppbyggingum sem við erum að lesa. Og hugurinn fyrir vikið, hann hefur verið að gaman að því, hann er að halda meira einbeitingu og hann er að komast betur yfir þetta lesandi sem við erum að lesa. Við verðum einfallega með því að auka hraðan okkar, þá erum við að hafa meira gaman að því að lesa og hafði í huga að meðal svona háskólanemi, hann er yfirleitt að lesa undir 200 orðunum. Hann er yfirleitt að lesa í kringum 100 orðin, kannski 150 orðin í sínum háskólatext og af hverju gerir hann það? Jú, þessi meðal háskólanemandi, hann telur sig einfallega að hafa tíma til þess að lesa kaflan sinn einu sinni í gegn. Og þá nú eins gott að nota þetta eina tækifæri eins vel og hann mögulega getur. Með því að sækja öll lykilorð, sækja öll lykilsvör, sækja öll lykilatriði í textan. Hann fyrir vikið keyrir hraðan sig niður. Og hver spennandi og áhugavert er efnið þegar við erum að lesa það á 100 orðum en ættum að lesa það á 400 orðum. Ég skal gefa mjög einfalt dæmi það, hvernig hugunum eitthvað líður. Þegar þú ert að lesa á 1/4 raða. Þú ert núna að horfa á bíómynd í sjónvarpi. Þetta er 2 tíma bíómynd, mjög spennandi, mjög áhugaverð bíómynd. En þú ákveður að horfa á þessa bíómynd á 1/4 raða. Það er að segja, allt sem gerist í bíómyndinu núna, allt sem er að gerast í bíómyndinu er að gerast löturhægt. Allir eltingarleikir, allt tal, allt sem er gaman að myndinni, það er að gerast löturhægt. Hve fljótt byrjum við núna að hugsa eitthvað annað? Við erum búin að breyta 2 tíma skemmtun yfir í 8 tíma martröð. Þar sem við þurfum að hanga við bíómyndinni og vera að horfa á hana. Við erum mjög fljótt að fara að velta einhverju allt öðru fyrir okkur því að efnið er ekki að skila sér nánda nærði nógu hratt inn í hugan. Við förum að velta bara einhverju, jafnvel bara þú veist að taka til í húsinu eða eitthvað annað heldur það að þurfa að hanga yfir þessari mynd í 8 tíma. Svona líður hugunum okkar þegar við erum að lesa á 1/4 hraða gegnum háskólatextan eða skáldsögurnar okkar eða hvað það er. Þegar við lesum svona hægt, upplýsingarnir að streyma svo seint til hugans að hugurinn hefur fulla burði til þess að fara að velta fyrir sér, þú veist, hvað var í matinn og eftir, hvað ætla ég að fara að gera helgina, hvað ég að gera með verkefnin í næstu viku og við erum strax dottin út. Þannig að hafðu það í huga, leið þú byrjar að hugsa eitthvað annað í textana einum, þá er hugurinn bara bendaður á eitt, þú ert að lesa of hægt. Kíkjum síðan á þannig í næstu vídeóum,
af hverju höfum við öll burði til þess? Hvað gerir það verkum að við erum að lesa svona hægt í dag? Af hverju höfum við burði til þess að lesa hraðar? Kíkjum á það í næsta vídeói.